Nú fáum við erindi sem víkur beint að ástandi mála hérna á Íslandi. Það verður flutt á íslensku og það Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, sem flytur það og það ber titilinn Kostnaður þjóðfélagsins af reykingum. Gjörðu svo vel, Jónas. Komið þið sæl. Heyrist nú vel í mér. Ég vona að þið séu öll úthvíld eftir hléð og tilbúin í meiri hagfræði. En ég var fenginn hingað til þess að fjalla niðurstöður úr skýrslu sem ég ásamt öðrum á Hagfræðistofnun höfum verið að vinna í núna undanfarið. En skýrslan snýst þjóðhagslegan kostnað reykinga. Þegar við tölum þjóðhagslegan kostnað reykinga, þá erum við raun og veru að mæla hversu mikið við sem þjóð erum tilbúin til þess að borga til þess að losna við reykingar. Þessi skýrsla er unnin fyrir Landlæknisembættið og Krabbameinsfélagið og er unnin með svokallaðri kostnaðar- og ábatagreiningu. Þessi skýrsla er alveg óbirt, svo þið hér í salnum eru þess heiðurs aðnjótandi að fá að heyra fyrstu tölur. En áður en við höldum lengra þá vil ég bara árétta það að við erum eingöngu að líta á sígarettureykingar. Eins og við höfum heyrt hérna áður í hinum fyrirlestrunum þá er miklu erfiðara að draga ályktanir skaðsemi til dæmis rafsígarettna eða munntóbaks og þess vegna einbeitum við okkur að sígarettum. Það er kannski ekki nýjar upplýsingar að reykingar séu skaðleg hegðun, en með tímanum hefur komið betur og betur í ljós hversu skaðleg hegðun reykingar í raun og veru eru. Að meðaltali lifir reykingamaður 7 árum skemur en sá sem reykir ekki og með því að byrja að reykja þá margfaldaru líkurnar þínar á örorku. En þetta eru allt áhrifin sem reykingamaðurinn sjálfur verður fyrir. En reykingar er líka hegðun sem ber með sér það sem hagfræðingar kalla neikvæð ytri áhrif. Það er að segja, ég verð persónulega fyrir skaða þegar einhver á Íslandi byrjar að reykja. Fyrsta lagi gegnum óbeinar reykingar, en óbeinar reykingar er dánarorsök margra Íslendinga á hverju ári. Og í öðru lagi, þar sem að heilbrigðiskerfið okkar er ríkisreyki og reykingamenn verða oftar veikir heldur en þeir sem reykja ekki, þá eykur reykingamaðurinn skattbyrðina mína, þannig að ég þarf að borga hærri skatta. Byrjum kannski aðeins á góðum fréttum. Við höfum heyrt hérna áður í öðrum fyrirlestrum að við erum í góðum málum og það sést svo sannarlega hér líka. Hér sjáum við tíðni daglegra reykingamanna á Íslandi og í OECD-löndum sem við berum okkur mjög oft saman við. Við sjáum að þótt að tíðni daglegra reykingamanna hafi snarlækkað í OECD, þá lækkar hún ennþá hraðar á Íslandi. Og þannig að árið 2015 þá var tíðni daglegra reykingamanna á Íslandi bara 12% og við höfum fjarlægst meðaltali OECD með hverju árinu sem líður. Kannski helsta breytingin sem hefur átt sér stað á þessu 30 ára tímabili er það að reykingar hafa þróast frá því að vera almennt vandamál, þar sem þriðjungur þjóðarinnar reykti, og yfir í það að vera orðið félagslegt vandamál. En við sjáum hér reykingamunstrið á Íslandi árið 2015. Hér er skýr neikvæð fylgni milli reykinga og menntunarstigs og líka neikvæð fylgni milli reykinga og tekjustigs. Munstrið eftir aldurshópum er ekki jafn skýrt, en þó sjáum við að yngsti hópurinn, það er að segja 18 til 29 ára gamlir, þeir reykja mun minna heldur en allir hinir aldurshóparnir. Þetta gefur ágæta mynd af því sem koma skal, því þar sem flestir reykingamenn byrja að reykja tvítugt eða fyrir tvítugt, þá mun tíðni daglegra reykinga á Íslandi líklega að lækka þegar þessi hópur verður orðinn eldri. En nú að rannsókninni sjálfri. Við byggjum rannsóknina að miklu leyti á ákveðnu reiknilíkani sem er kallað á skammstafað SAMVEC. Þetta reiknilíkan byggir á áhættugildi fyrir hvern sjúkdóm sem segir hversu líklegri ég er sem reykingamaður til að fá einhvern ákveðinn sjúkdóm með þann sem reykir ekki. Og hér er einfaldað líkan upp á töflu og mér langaði að gefa ykkur bara stutt dæmi til þess að geta fengið betri tilfinningu fyrir þessu. Segjum sem svo að við viljum finna dauðsföll af kransæðasjúkdómum tengdum reykingum á Íslandi.
við höfum áhættugildi fyrir kransæðasjúkdóma, segjum að það sé 5, það er að segja ég sé 5 sinnum líklegri til að fá kransæðasjúkdóm ef ég reyki með þann sem reykir ekki. Og svo vitum við tíðni reykingamanna á Íslandi, setjum þær 2 breytur inn í jöfnuna og fáum þá ákveðið reykingartengt hlutfall. Þetta hlutfall, segjum að það sé 0,3, þýðir þá að af hverjum 10 sem deyja úr kransæðasjúkdómum á Íslandi munu 3 þeirra hafa dáið af völdum reykinga. Þetta módel er svo hægt að flækja með því að skipta niður eftir aldursflokkum og eftir kyni og einnig að bæta við áhættugildum fyrir fyrrverandi reykingamenn, en í grunninn er þetta bara svona einfalt. Við getum staðfest með nokkru vissum beint orsakasamband milli reykinga og 19 sjúkdómaflokka. En flestir reykingamenn á Íslandi sem deyja völdum reykinga, deyja völdum 3 sjúkdómaflokka. Það er að segja kransæðasjúkdóma, æxla í neðri öndunarfærum og langvinnir lungnateppu. Á síðustu árum hafa svo fundist 9 orsakasamhengi sem tengja reykinga við sjúkdóma sem áður voru taldir ótengdir reykingum, en þeir eru einmitt listaðir hérna upp á glærunni. Við tökum tillit til allra þessara sjúkdóma í okkar útreikningum, en við gerum til miður ekki ráð fyrir því að reykingamenn hafi verra ónæmiskerfi heldur en aðrir og eru því næmari til þess að fá alls kyns sjúkdóma heldur en þeir sem reykja ekki. Og þess vegna gæti verið vanmat að ræða þegar við birtum okkar tölur dauðsföll sem á reykja til reykinga. En hér eru niðurstöðurnar okkar. Við reiknum með þessu líkani dauðsföll af völdum reykinga eða ástæðum sem á rekja til reykinga frá árinu 2012 til 2015. Við sáum hérna áhugavert munstur, sjáum að dauðsföllum virkra reykingamanna fækkar en leið fjölgar dauðsföllum fyrrverandi reykingamanna. Þetta ætti samt ekki koma það mikið óvart þegar maður hugsa meira út í það. Þar sem við vitum að reykingatíðni hefur lækkað á þessu tímabili, þá segir þessi mynd okkur bara það að það er ekki bara færri sem byrja að reykja, heldur að fleiri sem hætta að reykja. Og fyrrverandi reykingamenn eru ennþá í áhættuhópi fyrir það að deyja af völdum reykinga, þótt að áhættan sé vissulega minni. En árið 2015 dóu 189 virkir og 166 fyrrverandi reykingamenn af ástæðum sem á reykja til reykinga. Með óbeinar reykingar þá lentum við í smá vandræðum þar sem við fundum ekki nýjar tölur fyrir tíðni þeirra sem verða fyrir óbeinum reykingum. Það nýjustu voru frá 2012. En hér eru þær og skipta eftir kyni og aldri. Við sjáum að karlmenn á vinnualdri eru mun útsettari til þess að verða fyrir óbeinum reykingum heldur en aðrir. Og maður útskýra þetta með því að karlmenn eru kannski meira í iðnaðarstörfum eða öðrum störfum þar sem reykingar eru leyfðar. En samkvæmt reiknilíkaninu þá voru 11 dauðsföll af kransæðasjúkdómum af ástæðum sem á reykja til reykinga, óbeinna reykinga á Íslandi og þar að auki voru 4 sem dóu úr illkynja æxlum í neðri öndunarfærum af völdum óbeinna reykinga. Erlendar rannsóknir hafa oft reynt að sýna tengsl nýburadauða og reykingamóður þeirra. En sem betur fer er nýburadauði svo sjaldgæfur á Íslandi að við getum næstu því staðfest það að enginn af þeim fáum tilvikum á nýburadauða sé vegna reykinga móður þeirra. Til þess að taka þetta saman, þá eru niðurstöðurnar okkar þær að samtals hafi 370 Íslendingar látist árið 2015 af völdum beinna eða óbeinna reykinga. Það er að segja 17% af öllum dauðsföllum þetta sama ár. Og ég vil bara endurtaka það að við gætum verið að ofmeta þessar tölur vegna þess að tíðni óbeinar reykingar eru gamlar. Fólk gæti reykt minna núna og þess vegna eru óbeinar reykingar kannski minni en voru árið 2012. Og á hinn bóginn getur verið að vanmeta þessar tölur vegna þess að við gerum ekki ráð fyrir því að reykingamenn hafi verra ónæmiskerfi og eru mun líklegri til að fá alls kyns sjúkdóma. Okkur fannst því skynsamlegt að gefa okkur 5% skekkjumark. Það er að segja að
dauðsföll á Íslandi vegna reykinga gætu verið á bilinu 350 til 390. Svo er líka fínt að minnast á það að þetta eru bara fyrstu niðurstöður úr óbirtri skýrslu. Þessar tölur gætu alveg breyst svo þeim ber að taka með miklum fyrirvara. Nú komum við að kostnaðar- og ábatagreiningunni. Hér er mjög auðvelt að ruglast. Fyrsta lagi kannski út af orðinu ábati, þið getur hugsað það bara sem ánægja. En við erum líka að mæla kostnað og ánægju fyrir hvern einstakling í þjóðinni, svo við plúsum allt saman og það sem er kostnaður eins á Íslandi er ábati annars og þá núllast það út. Sem dæmi, verðið á sígarettupakka. Reykingamaður borgar rúman 1000 kall til þess að kaupa sígarettupakka, en leið græðir einhver annar Íslendingur 1000 kall á því að selja sígarettupakka. Þess vegna núllast þetta út og það sama við skattlagningu á tóbak. Við gerum ekki greinarmun á hver er með peninginn, hver hlýtur ánægjuna á því að fá peninginn. En kostnaður getur verið áþreifanlegur, hann getur verið einhver raunveruleg útgjöld sem einhver borgar úr eigin vasa vegna þess að það var reykt á þessu tímabili. Svo getur hann verið óáþreifanlegur, en hann er miklu erfiðar að mæla. Við komum betur að því seinna. Og síðast þá vil ég minnast á það að til þess að framkvæma kostnaðar- og ábatagreiningu með ábyrgum hætti, þá þurfum við að taka tillit til þess að það gæti verið að reykingamenn fái ánægju af því að reykja og við þurfum að geta verðlagt þessa ánægju. Byrjum á heilbrigðiskostnaðinum. Við fundum hann með 2 reikniaðferðum. Önnur er byggð á bandarískri grein frá 1999, þar sem reykingatengd hlutföll fyrir kostnaðarliði heilbrigðiskerfisins, þessar hérna liði, voru fundin. Við uppfærum þessi hlutföll og mátuðu við Ísland, meðal annars við reykingatíðni og mannfjölda. Og svo fengum við líka tölur frá Hagdeild Landspítalans, þar sem þau mátu kostnað fyrir hvern sjúkdómaflokk og svo fundum við reykingatengt hlutfall fyrir þennan sjúkdómaflokk með sama hátt og ég sýndi ykkur áðan með samvegglíkaninu. Þessar tölur voru vel í samræmi við hver aðra og þess vegna erum við nokkuð örugg að heilbrigðiskostnaður tengdur reykingum hafa verið á bilinu 8 til 10 milljarðar. Það er að segja 25.000 krónur á hvern íbúa árið 2015. Annar áþreifanlegur kostnaður er til dæmis útgjöld til forvarna. Ef það væri engar reykingar þá væri engin þörf á forvörnum. En landlæknisembættið gaf okkur þær tölur að útgjöld eyrnamerkt tóbaksforvörnum væri það bil 106 milljónir og færiði flest í heilsueflandi verkefni eins og tóbakslaus bekkur. En fengu líka þær tölur frá Mannvirkjastofnun að árið 2015 hefðu orðið 10 eldsvoðar sem átti rekja til ógætilegra meðferðar á sígarettum og að tjón þeirra hafi verið á bilinu 20 til 30 milljónir. Samanlagt vega þessi kostnaðarliðir því 126 til 136 milljónir. Og nú komum við að óáþreifanlega kostnaðinum. Ég man fyrir nokkrum ári síðan þá kom vinur minn að mér og hann vann þá sem þjónn á kaffihúsi og sagði við mig sigri hrósandi: Jónas, ég byrjar að reykja. Og mér varst það svolítið skrítið hjá honum og spurði, er það nú ráðlegt? Þá segir hann, já, ég fæ svo miklu lengri kaffipásur. Þótt að hann hafi kannski verið að grínast þarna, þá er hann að lýsa alvöru vandamál á Íslandi. Reykingamenn taka fleiri pásur á vinnutíma og af þessum pásum hlýst raunverulegt framleiðslutap. Og ekki nóg með það, heldur verða reykingamenn líka miklu oftar veikir heldur en þeir sem reykja ekki. Þeir taka sér 30% fleiri veikindadaga á hverju ári heldur en þeir sem reykja ekki og af þessum 2 liðum verðum við að framleiðslutapi upp á 5,8 milljarða. Og svo kemur að því að vega kostnað þess að svona margir degi fyrir aldur fram eða hljóti örorku. Nú erum komin á hálan ís þar sem við þurfum að meta virði lífs. Flestar rannsóknir sem við rákumst á mátu virði lífs eftir því hvað maður fær í laun. Það er að segja, virði míns lífs er bara samanlögð laun mín út alla ævi og síðan núvirt. Ef þú gerir þetta þá færðu mjög skrýtnar niðurstöður. Þú fær til dæmis að líf kvenna sé minna virði en líf karla og fær líka það niðurstöður að líf öryrkja sé einskis virði.
þetta er ekki svo viðeigandi og alls ekki rétt nálgun. Þannig að þessari nálgun hefur líka verið hafnað af hagfræðingum sem vilja frekar nota svo kallaða greiðsluvilja nálgun. Það er að segja, þau meta hversu mikið við erum tilbúin til að borga til þess að lifa einu ári lengur. Þetta mat er fundið með því að finna út hversu mikla launahækkanir maður tekur á sig til þess að vinna áhættumeiri störf til dæmis. En með þessari nálgun finnum við að kostnaður þjóðfélagsins af því að allir deyi fyrir aldur fram, þessir reykingamenn deyi fyrir aldur fram eða hljóti örorku, kostnaðurinn sé 68,8 milljarðar. Og svo er komið að erfiðasta partinum. Hvort eru neytendur fullkomlega upplýstir skaðsemi tóbaks eða eru þeir fullkomlega óupplýstir kannski? Við byrjum á einum endanum. Gerum ráð fyrir því að allir neytendur séu fullkomlega upplýstir skaðsemi tóbaks, allir viti nákvæmlega hversu mörg ár það styttir líf þeirra með því að byrja að reykja og hversu miklar líkurnar eru á því að vera öryrki. En þeir byrja samt að reykja. Samt eru 12% Íslendinga sem reykja daglega. Þá er eina rökrétta ályktunin sem getur dregið frá því sú að ánægjan við það að reykja sé svo gífurleg að hún vegi upp á móti öllum þessum kostnaði sem þjóðfélagið hlýtur af dauða og örorku. Það er að segja, ánægja reykingamanna er verðlögð þá samanlagt á 68,8 milljarða. Förum núna yfir hinu öfgarnar. Gerir ráð fyrir að enginn viti neitt skaðsemi tóbaks og allir gerir ráð fyrir að lifa nákvæmlega sama lífi og sá sem reykir ekki. Þá er enginn umfram ánægja og þess vegna rýkur þjóðhagslegi kostnaðurinn upp ef þeir gerir ráð fyrir að tóbaks sé skaðlaust. En hvort eru þeir þá? Við getum ekki gert ráð fyrir að þeir séu fullkomlega upplýstir því eins og við mörgum vitum þá byrja margir reykingamenn að reykja með fikti þegar þeir eru 13 ára og við getum ekki gert ráð fyrir því að 13 ára krakkar taki fullkomlega upplýsta ákvörðun eigin heilsu og framtíð. Við getum heldur ekki gert ráð fyrir því að allir reykingamenn séu fullkomlega óupplýstir vegna þess að þegar maður kaupir pakka sígarettum þá stendur reykingar drepa. Þannig að svarið hlýtur að vera einhvers staðar þarna á milli. En það er einmitt kjarni málsins. Við getum ekki fundið nákvæma tölu fyrir þjóðhagslegan kostnað reykinga. Við getum hins vegar gefið ykkur hámark og lágmark eftir því hvora forsenduna við gefum okkur. Það er að segja, ef við gerum ráð fyrir því að allir séu fullkomlega upplýstir og ánægjuna því að reykja sé svo rosalega góð að þeir eru tilbúnir að fórna 7 árum af lífi sínum. Það fáum við samt á niðurstöðu að reykingar kosti samfélagið 17,8 milljarða. Það er að segja það bil 50.000 krónur á hvern einstakling. Ef við gerum svo ráð fyrir því að enginn telji að tóbaks sé skaðlegt, þá rýkur þjóðhagslegi kostnaðurinn upp í 85,8 milljarða. Það er að segja 260.000 krónur á mann. Hér eru kostnaðarliðirnir eftir stærð, en ég hef tekið út kostnað vegna dauða og örorku. En svo ég vitni nú í Ruth Reginalds, svona undir lokin, þá vissum við á Hagfræðistofnun alveg að reykingar myndu brenna peninga. Við vorum bara ekki viss hversu mikla peninga reykingar myndu brenna. Og markmiðið mitt með þessu fyrirlestri var að sýna á hvaða bili þessi kostnaður er og útskýra af hverju við getum aldrei bent á nákvæma niðurstöðu þess efnis. En sama hvora forsendum maður velur sér, þá er alltaf ljóst að reykingar eru mjög kostnaðarsamar fyrir samfélagið og verðum betur sett án þeirra. Takk fyrir mig.